Ég bið ykkur velkomin til fundar. 38. fundur sveitarstjórnar Rangárþings ytra settur. Ég legg til upphafi að við dagskrána bætist liður númer 11, þróun skólasvæðis, og liður númer 19, faghópur þróun skólasvæðis. Og aðri liðir færist þá til í samræmi við það. Er það samþykkt? Það er samþykkt, takk. Og ég gef sveitarstjóra orðið til þess að fara yfir nokkur atriði úr rekstri sveitarfélagsins. Gjörðu svo vel, Ágúst. Takk fyrir það, Ágústi. Það var nú bara hluti pistill sem við núna. Það sem hefur verið mest áberandi hjá okkur undanfarnar vikur en nú bara á þessu fundi. Þannig að bara vísa til þess. En ég vil þó nefna að þetta er áberandi núna akkur á þessu daginn að þessi undirbúningur fyrir kosningar. Við erum með utankjörfunda afgreiðslu hérna í afgreiðslunni hjá okkur, bæði fyrir alþingiskosningarnar og líka þá fyrir sameiningarkosningar, sameiningu sveitarfélaganna 5. Og það mun byrja hérna 13. september hérna hjá okkur. Og kosningaundirbúningur svona aðeins flokkari þessu sinna, þetta er tvennar kosningar samtímis. Þannig að stjórnin okkar er líka farin að hittast og undirbúa. Og síðan eru þetta þessir fundir, kynningafundir sem núna á kvöldin í sveitarfélögunum, það er þetta minna á það og svona fundarhöld í kringum það með verkefnisstjórninni og slíkt. Og vonandi verður það þannig að það verður góð mæting á þessari fundi, kynningafundi. Það var halda einn fund og það var ágætt mæting þar. Síðan er þá í Vík í Mýrdal fund hjá okkur hér næstu viku á miðvikudaginn. Nú, ég vil nefna líka Bjargshverfið, undirbúning fyrir deiliskipulag þar. Það er mjög skemmtileg vinna í gangi og bæði höfum við verið að funda með arkitektunum sem að vinna að því með okkur og eins með vegagerðinni. Vegna þess að það skiptir mjög miklu máli aðkoman að þorpinu hérna á vestri. Það þarf að skipuleggja það mjög vel. Það er gagnvart þessu hverfi og síðan bara framtíðin, þess að það er að koma 2+1 hingað á Hellu og jafnvel austar. Og það er verið að velta fyrir sér ýmsum nýjungum, lagfæring á gömlu brúnni hérna, þannig að það getur verið göngugata og hjólastígur utan á og eins þá í tengslum við skipulag Bjargshverfis þar sem við höfum gert ráð fyrir því eins og við þekkið að vera með hjóla og göngubrú sem sé á öðrum stað, eitthvað nálægt því sem að gamla brúin var. Þannig að þetta er ákaflega skemmtilegt verkefni og hefur verið þessar vikurnar. Og síðan er það fjárhagsáætlunin sem við erum þá að ýta í ganga á fulla ferð aftur, sem við byrjuðum aðeins á fyrir í sumar. En erum að funda með 8 stofnunum og verðum með vinnufundinum í næstu viku með öllum skólastofum. Það er svona verkefni sem eru mest áberandi hérna. Takk fyrir það. Liður 1 á dagskrá hjá okkur í dag er byggðaráð Rangárþings ytra, fundur 39. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin er út liður 1.2, erindi frá félagi eldri borgara. Það er niðurstaða byggðaráðs, lögð fram tillaga að samræmdum reglum varðandi garðslátt. Sveitarstjóra falið að vinna þær áfram og leggja fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar, samþykkt samhljóða. Og hér er lögð fram endurbætt tillaga að samræmdum reglum varðandi garðslátt og lagt er til að sveitarstjórn samþykki tillöguna. Orðið laust. Engin hvað þessi hljóðs, þessi getur samþykkt G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.3 Ölduhverfi, gatnagerð. Niðurstaða byggðaráðs, fyrir liggur samningur við Þjóðdanda ehf. Gatnagerð í Kjaröldu. Samningurinn hljóðar upp á 40,3 milljónir króna og er hlutur Rangárþings ytra alls 26,5 milljónir króna. Byggðaráð leggur til að sveitarstjórn staðfesti samninginn og að gerður verði viðauki 4 við fjárhagsáætlun 2021. Viðaukinn verði fjármagnaður með tilfærslu á milli fjárfestingarliða. Það var samþykkt með 2 atkvæðum, 1 sat hjá. Til að bókun lagði fram samningu við Þjóðdanda ehf. Gatnagerð í Kjaröldu. Kostnaður Rangárþings ytra vegna samningsins er 26,5 milljónir króna. Jafnframt er lagður fram viðauki 4 við fjárhagsáætlun 2021.
Viðaukinn felur í sér að bætt verði við fjárfestingu ársins liðnum gatnagerði Kjarröldu að upphæð 26,5 milljónir króna og viðaukinn verði fjármagnaður með tilfærslu milli fjárfestingaleiða og flutt af óskiptum lið allir skólar. Viðaukinn hefur ekki áhrif á heildarniðurstöðu fjárhagsáætlunar 2021 og það er lagt til að sveitarstjórn samþykki samningi við þjóðdanda EHF og viðauka 4 við fjárhagsáætlun 2021. Orðið er laust. Margrét Harpa gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Kannski bara vekja athygli þeirra sem að sátu ekki byggðarráðsfund á að þetta að vera að taka þetta af skólanum, að það er í rauninni að skólabygging hjá okkur er ekki komin, nýbygging við skóla er ekki komin það langt og við höfum svigrúm þar. Kannski bara vekja athygli á því. Takk. Takk fyrir það. Fleiri ekki gott sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögunni gefa merki. Þeir sem er á móti. Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Margrét Harpa gjörðu svo vel. Já, okkur langar að útskýra hjásetu með bókun. Gjörðu svo vel. Byggðarráð ákvað að leita tilboða í umrætt verk á meðal verktaka í Rangárvallasýslu á fundi 22. júlí síðastliðinn. Í umræðum á þeim fundi lagði fulltrúi álista til að leita tilboða út fyrir sýslumörkin þar sem ekki væri víst að tilboð fengjust frá verktökum í Rangárvallasýslu. Ákveðið var að byrja að leita tilboð innan sýslunar en munnlega rætt að ef ekki kæmi fleiri en 1 tilboð þá væri sjálfsagt að leita utan sýslu til að tryggja eðlilega samkeppni. Aðeins 1 tilboð barst í verkið. Var það lagt fram á sveitarstjórnarfundi 12. ágúst síðastliðinn og sveitarstjóra falið að leita samninga við tilboðsgjafa. Fulltrúar álista telja eðlilegt hafi verið að leita fleiri tilboða í samræði við umræður í byggðarráði og hafa ekki átt aðkoma af þeim samningi sem nú liggur fyrir og sitja því hjá. Og undir þetta rituðu Margrét Harpa, Steindór og Magnús. Ég vil við þetta er allan að bókurinn sem við viljum bóka. Ég vil samt svona árétta að ég bara efast ekkit og við efast ekkit að þetta verði vel unnið og erum ekkit vissum að það fengist hagstæðari tilboð því þetta er mjög góðu verktaki. En bara til að hafa samkeppni í lagi. Takk. Takk fyrir þetta. Það er liður 1.4 fjárhagsáætlun 2021, viðauki 5, niðurstaða byggðarráðs. Það er lagt til að aukið verði við malbikun á þrúðangi að Guðrúnartúni alls 19 milljónir króna og viðaukinn verði fjármagnað með tilfærslu á milli fjárfestingaleiða. Samþykkt samhljóða. Það lagði fram hér viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2021. Viðaukinn felur í sér að aukið verði við malbikun á þrúðangi að Guðrúnartúni alls 19 milljónir króna. Viðaukinn verði fjármagnað með tilfærslu á milli fjárfestingaleiða og flutt af óskiptum lið allir skólar. Viðaukinn hefur ekki áhrif á heildarniðurstöðu fjárhagsáætlunar 2021 og það er lagt til að sveitarstjórn samþykki viðauka 5 við fjárhagsáætlun 2021. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þessi geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.5. Gatnahönnun Rangarbökkum, niðurstaða byggðarráðs. Það er lögð fram áætlun gatnagerð og lagnir á Rangarbökkum. Tillaga að gera verkkunnun meðal jarðvinnuverktaka á Suðurlandi. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. Það var samþykkt samhljóða og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Bara einmitt, þarna erum við að leita í svona ljósi sögunar, þá leitum við tilboða meðal jarðvinnuverktaka á Suðurlandi. Þannig að bara gott mál og vonandi bara berast tilboð, fleiri en 1. Takk. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki gott sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögunni gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 1.12 hjóla- og göngustígur Hella-Hvolsvöllur, niðurstaða byggðarráðs. Það lagði fram upplýsingar frá sameiginlegum fundi fulltrúa Rangárþings ytra og Rangárþings eystra með fulltrúum Landsnets, þar sem rætt var nýjar jarðstrengslagn í héraðinu og möguleika á samliggjandi göngu- og hjólastíg milli Hellu og Hvolsvallar. Tillagan var Rangárþing ytra taki þátt í starfshópi til að kanna samlegðar hagkvæmni við framkvæmd göngu- og hjólastígs og jarðstrengslagnar sem skili niðurstöðum í september næstkomandi. Lagt er til að Eiríkur Vilhelm Sigurðarson starfi með hópnum fyrir hönd Rangárþings ytra. Samþykkt samhljóða. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið er laust. Steindór, gjörðu svo vel. Bara bæti starfsefninu kalli. Bætum því inn. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, það er reyndar þetta, við getum alltaf ekki Já. breytt fundagerð byggðarráðs, Nei, já, en við getum bætti við til áréttingar eða mjög finnst. Ég sé það líka auka S-ana í Sigurður Arnson.
En það ekki hægt að beita því. Gjörðu vel, Margrét. Já, maður kannski þá bara koma, þú veist, lagt til að sveitarstjórn komið tillögu, það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs að tilnefna Eirík Vilhelm Sigurðsson markaðs- og kynningarfulltrúa. Við höfum bara nýta við það. Já, Ágúst. Já, það þarf þá að taka alla bókunina væntanlega vegna þess að það er ekki bara það sem við erum að leggja til. Við bara í þessa vinnu. Það þá endur taka bara alla bókunina. Ég tel að það það komi svo sem fram en við vitum að það er skýrt að Eiríkur er starfsmaður hér. Þannig að ég legg til að láta þessa bókun standa eins og hún er. Ykkur fleiri sem vil tjá sig það? Við ykkur að gefa merki að þið samþykkið tillöguna. Tillagan er samþykkt samhliða. Liður 1.13 kauptilboð Gíslatangi 5. Niðurstaða byggðarráðs. Það er lagt til að gengi verði að tilboðinu og sveitarstjóra falið að ganga frá sölunni samþykkt samhliða. Tillaga bókun. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti kauptilboð eignarinnar að Gíslatangi 5 og veiti sveitarstjóra umboð til að undirrita öll skjöl vegna sölu og veðsetningar fasteignarinnar. Orðið laust. Margrét Harpa. Já, takk. Það var eitt sem við fórum að velta fyrir okkur þegar við erum að selja eignir, hvort það sé ekki svona opnara og í lagi að láta upphæð sölunar setja hana inn í bókanir af tilboð sem er tekið og þá svona bara líka fyrir okkur í framtíðinni. Það sem að það er kauptilboð að upphæð og af því þetta hún kemur hvort sem er fram síðar í viðauka hjá okkur. Þetta hún þurfa að gera viðauka. Þannig að þetta er bara hægt að finna þessu upphæð. Ég held að við sem ekki að brjóta neinar trúnaðar upplýsingar. Og þetta er almannafé. Takk. Þetta leggja til að bæta við núna eða skoða það fyrir? Þetta er bara hvort að við ættum að gera það núna og svo bara í framtíðinni. Þetta má skoða Ágúst. Veistu hvort það væri í lagi? Gjörðu svo vel. Já, ég held að það sé eftir góð leið. Það er líka bara kaup sem sé tilboðið hægt að hafa bara vonið. Sem sé það fylgir skjald þess vegna. Það er líka hægt að setja þetta inn í bókunum, þetta sé ekki það því þegar þetta er komið á þennan stað. Það er ekki trúnaðarbrot, en það er verið að fara þinglýsa þessu og þá geta allir séð. Þannig að það er ekki þetta mál. Margrét Harpa. Já, ég held að þessi bara væri sniðugt allan að hafa þessu upphæð í bókunum því að maður svona velti líka fyrir sér þarf eitthvað að kóða kennitölur eða þess áttar ef þetta er kauptilboð er haft opið sem fylgiskjal. Ég þekki það ekki, ég er ekki persónuverndar-fulltrúi hérna, þannig að maður svona það er bara það sem ég velti fyrir mér núna. En hvort það væri bara, þá er þetta gagnsærra bara með þegar maður les fundargerðina og sér maður þessu upphæð. Ágúst. Já, ég er sammála þessu, þetta er bara upplýsandi fyrir fólk að fá að vita hvað það var selt á. Legg til að við bætum bara við sölu eða 31 milljón krónur. Þegar við komum á þennan stað þá var þetta líka öllu þinglist og opinber skjöl. Já, en alltaf auðveldur að þurfa ekki að vera grúska og leita. Það stendur bara þarna, þá er ekkert leyndarmál við það. Fleiri? Ef við bætum við þá upphæðinni við bókunina. Þess að lagt til að sveitarstjórn staðfesti kauptilboð eignarinnar Gíslatangi 5 að upphæð 31,5 og veiti sveitarstjóra umboð til að undirrita öll skjöl vegna sölu og veðsetningar fasteignarinnar. Þessi getur samþykkt takið Tillagan er samþykkt samhliða. Liður 1.15 gjaldskrá byggingarleyfisgjalda. Það er niðurstaða byggðarráðs. Tillaga er að gjaldskrá byggingarleyfisgjalda er tekin til endurskoðunar og endurskoðuð gjaldskrá verði lögð fyrir sveitarstjórnarfund í október samþykkt samhliða. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið laust. Margrét Harpa. Já, eitt þarna sem ekki við byggðarráð við höfum greinilega gleymt að fela ykkur að gera þetta. Hver á að gera þetta? Við gleymtum því í byggðarráði. Já. Þetta nýtti við Ágúst. Já, þetta er lefnist að sveitarstjóri þegar langt komið með verkefnið og í samvinnu við skipulags- og byggingarfulltrúa sem starfa hjá okkur.
Þannig að við erum bara á fullum þessu. Nei, Það bara gerir það sem þarf að gera. Það standi ekki í fundinum. Þetta kemur fyrir fund í október, minnstakosti. Fleiri? Þeir sem getur samþykkt merki til að samþykkt samhliða. Liður 2, það skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Fundur 42, þar vísað til umfjöllunar einstaka liði, en fundargerðin að öðru leyti staðfest til að vitið að hafa athugasemdir, annars leyti á afgreiðslan sé samþykkt samhliða. Liður 2.1, minni velli landskipti. Það niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að gerð hafi verið grein fyrir ástæðum þess að aðkoma að útskiptri lóð getur ekki verið á öðrum stað. Nefndin telur æskilegast að ný aðkoma að efnistökusvæðinu verið frá Heimreið að Hraunhóli og hún hafi því ekki áhrif á fyrirhugaða aðkomu að nýju spildunni. Nefndin telur jafnframt að áform séu í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins landnotkun. Skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á lóð. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.2, Gunnarsholt landnúmer 18744, landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin telur að áform séu í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins landnotkun. Skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á lóðum. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.3, Leirubakki, landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin telur að áform séu í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins landnotkun. Skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.4, Kvot, landnúmer 16417, Heklukot, afmörkun og staðfesting, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin telur að áform séu í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins landnotkun. Skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.5, Gaddstaðir 26, 27 og 28, breytinga afmörkun og uppskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd frestar erindun og óskar eftir frekari og skýrari gögnum. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.6, það er niðurstaða 2.6, Vesturhlíð, stofnun lóðar, Sörlatunga 11, landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin telur að áform séu í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins landnotkun. Skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.7, Vörður, landnúmer 17974, landskipti, flagvelta, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin telur að áform séu í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins landnotkun og skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.8, Heiðarlönd, Galtalæk 2, stofnun lóða, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin telur að áform séu í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins landnotkun og skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á lóðum. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.9, Heiðarlönd, Galtalæk, landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Nefndin telur að áform séu í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins landnotkun. Skipulagsnefnd gerir því ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á nýrri lóð, en leggur áherslu á að breyting verði jafnframt gerð á gildandi deiliskipulagi þar sem ný lóð bætist við núverandi aðkomu á svæðinu. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.10, landmannlegar pallur og laugarsvæði, framkvæmdaleyfi, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimild verði veitt fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli heimilda innan aðalskipulags Rangárþings ytra, þar sem skilgreind er þjónusta á umræddu svæði. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd framkvæmd sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhliða. Liður 2.11, minni vellir 5, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar.
Skipulagsnefnd hefur fjallað framkomnar athugasemdir og ábendingar og telur að búið sé að bregðast á öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 2.12, Hálstún, landnúmer 190888, deiliskipulag, niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur fjallað framkomnar athugasemdir og ábendingar og telur að búið sé að bregðast á öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 2.13, Hella atvinnusvæði sunnan Suðurlandsvegar, niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 2.14, Varmidalur, Gröf, breytingar landnotkun efnistaka, niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 2.15, Árbæjarhallir 2 og Ægisíða að Heiðabrún, breytingar landnotkun. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 2.16, Fjallaland, breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd hefur fjallað framkomnar athugasemdir lóðarhafa í nágrenni fyrirhugaðra lóða. Nefndin telur ekki stafi svo hætta af jarðskjálftasprungu þeirri sem áhrif hafði á gerð fyrradeiliskipulags að teknu tilliti til framkomins álits jarðfræðings. Hvað varðar athugasemdir nærliggjandi lóðarhafa við grenndarkynninguna, þá tekur nefndin undir margt sem þar kemur fram í sjálfu sér, en við ítarlega skoðun fellst nefndin ekki á þau neikvæðu grenndaráhrif sem þar eru nefnd. Nefndin leggur því til að landeiganda verði heimilt að leggja fram endurbætta tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulagi, þar sem tekið verður á þeirri náttúruvá sem af sprungurhreyfingum getur orðið og staðsetning byggingarrita innan lóðana verði fyrir komið þar sem mannvirki nálægði sprunguna verði fyrir sem minnstum áföllum vegna hennar. Velja skal staðsetningu mannvirkja þar sem hraunbreiðan sléttust og minnst sprungin svo takmarka megi áhrif af völdum hreyfingar og mögulegra skjálfta. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 2.17, Hella miðbæjarskipulag, niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Margrét Harpa? Já, fyrir. Mér langar bara varðandi Hellu miðbæjarskipulag. Ég held að við þurfum síðan í kjölfarið sveitarstjórn þarf svolítið að ákveða hvað við ætlum að gera með öll þessi bílastæði sem við ætlum að byggja þarna. Hvernig við ætlum að kosta þau og hvort það sé skynsamlegt að fara í það að leggja endalaust til af bílastæðum án þess að taka gjald fyrir. Við þurfum einhvern veginn að velta því fyrir okkur í framhaldi þegar þessi tillaga kemst í framkvæmd. Takk. Takk fyrir það. Steindór. Bara aðeins líka akkur vantar gögn þetta þennan við. Það er náttúrulega annars staðar það er ekkert með bara þess. Það vart að fara inn í skipulagsnefndina. Já, en við þurfum líka að gera það í heilu ef það væri ekki hér, en þetta er bara eina náli sem ekki er, bara eitthvað tök. Ok. Ræðum áfram. Liður 2.18, Landmannahellir, breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar. Skipulagsnefnd getur ekki fallist á að fella burt óbyggðar lóðir á svæðinu. Nefndin hafnar því erindi umsækjanda. Tillaga bókun sveitarstjórnar Rangárþings ytra hefur tekið til skoðunar tillögu að breytingu deiliskipulagi fyrir Landmannahelli. Sveitarstjórn telur að framkvæma tillögur að breytingum á deiliskipulaginu séu flestar til bóta en getur ekki samþykkt að óbyggðar lóðir samkvæmt gildandi deiliskipulagi verði felldar út. Sveitarstjórn hafnar því deiliskipulagsbreytinguna sinni. Og þetta er öðruvísi en bókun skipulagsnefndar og ég gef því orðalaust þessa bókun eða þessa tillögu. Engin hvað þessi hljóðs þess að geta samþykkt tillögum gefa Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 2.19, Minnivellir, afmörkun vatnsverndarsvæðis.
Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu Íslenskrar orkurannsókna breytta afmörkun grannsvæðis á viðkomandi vatnsverndarsvæði. Skipulagsfulltrúa verði falið að gera viðeigandi breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 220 Borgarbraut 4 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 221 Leynir 2 og 3 deiliskipulag kæra 21/2021 vegna ákvörðunar sveitarstjórnar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Þetta er lagt fram til kynningar og er til kynningar hér. Liður 222 Vatnasvið Tungnár tillaga friðlýsingu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar lagt fram til kynningar og lagt fram til kynningar hér. Liður 3 Alþingiskosningar. Ég veit ekki hvort að Haraldur sé hagsmunaaðili í erindinu sem var tekið áðan 2018. Ég væri Haraldur, þá myndi ég bóka það að ég tæki ekki þátt í ákvörðinni. Það var nú í, þetta ekki skipulagsnefndar, og þetta væri nú ekki rétt að færa bókari og ég tæki ekki þátt í þeirri afgreiðslu. Já, Augustu sveitarstjórnar. Já. Við lið. Þú hafði þegar ég hafi veitt með jafnvæg sem við gerum ekki. Já, annað gerir það ekki. Það var sagt samþykkt samhljóða, þannig að það er ekki gert gerður ekki athugasemd við það, þannig að Liður 3 Alþingiskosningar 2021. Staðfesting á kjörskrá. Það að fara yfir kjörgang frá Þjóðskrá Íslands til að með staðfest að leggja fram fyrirliggjandi kjörskrá vegna alþingiskosningana sem fram munu fara laugardaginn 25. september næstkomandi. Orðið laust. Steindór. Það byrja með þetta. Við höfum staðfest að íslenskir ríkisborgarar þessi 18 ára þegar að fara fram og þessi skala með lög en vilja viðkomandi sveitarfélagi 3 vikum fyrir 24. september 2022. Hvernig þetta unnið? Þeir eru bara að segja, í samhengi, hver vinnur þetta, skoðar þetta og svona? Fyrir yfir kjörskrána. Hvernig við að vita þetta unnið? Því að við vitum að hún kannski ekki rétt á okkar mat og við höfum gert athugasemdir við kjörskrána. En okkur kannski ekki okkur bara ætlað að segja að fólki sé sveitarfélagi sem að kjörskráni. Við lögum sem það er rétt, en við vitum það ekki. Hvernig þetta unnið? Hér hjá okkur, þú veist að meina. Já, og svona almennt, þú veist, af því að nú höfum við oft viljað ræða kjörskrá og hvernig lögheimilið skráðan, en svona aldrei kannski rétt okkur, nú kannski spyrir maður að þessu kannski núna. Já, kjörskrá, þetta kemur frá Þjóðskrá og síðan kemur til okkar og sveitarstjóri fer yfir þetta. Ef þið hafið ykkur athugasemdir þá verður að gera þær og það getur komið þeim áleiðis ef þið sjáu eitthvað sem er ekki eins og á að vera. Við erum bara beðin að við getum svo staðfest að fólk sé með lögheimili hérna en kannski fyrir það öðru annars staðar það er ekki verið að spyrja okkur beint að því, það er bara að spyrja að það sé með lögheimili hér. Þannig að þetta er svona, já, við erum eiginlega ekki íslenskir ríkisborgarar, 18 ára þegar kosningarnar eru og að þeir séu með lögheimili hérna, þó ekki við Reykjavík. Þannig að við erum ekki að tala um lögheimili sem slík, svona reglur lögheimili. Já, af því að það er alveg sagt sko að það sé alveg rosalega stíft sko, ef maður bara þekkir það bara á að vera það sem skráð í þjóðskrá, við erum stundum rætt þetta en við erum ekki bundin að ræða það hér þetta. Nei, við erum ekki sem sagt að fara yfir. Við vinnum þetta því ekki, við myndum þetta nema bara, kannski, einn mann. Já, það er allavega ekki. En hérna, annars, það er ekki svo spikið. Ef ég skil þig rétt, þá ertu að meina að við séum að fara yfir það að sé rétt að fólk sé skráð með lögheimili hér. Já, það er ekki svo samkvæmt beininni, sko. Nei. Það er í rauninni að staðfesta að það sé hérna með lögheimili. Já. Það er unnið bara hérna á skrifstofunni. Já, og sveitarstjóri hefur bara umsjón með því og hefur farið yfir kjörskrá. Gjör svo vel Ágúst. Já, ég getur upplýst að við fáum bara þessi umslög sem eru þarna borðinu með hérna listum yfir það fólk sem á hér lögheimili
og uppfyllir þessar kröfur. Það ekki sama kjörskráin sem sé fyrir alþingiskosningar og sveitarstjórnarkosningar eða sameiningarkosningar. Þannig það sitt hvor. En þjóðskrá alltaf sér þetta og vinnur þessar upplýsingar bara í hendurnar á öllum sveitarfélögum á Íslandi. Síðan lesum við þetta þið náttúrulega hafið aðgang að þessu, getið lesið þetta allt og hafið haft það núna í aðdraganda þessa fundar. Þannig að öðrum athugasemdir það bara gerið þær. En eins og oftast þetta þannig að það eitthvað sem látinn sem að þarf að láta vita og ég hef nú aðalega farið yfir það. Hvort að maður ekki að fara inn í hvert nafn, maður treyst bara því að þjóðskrá sé með þetta skráð en að fara algjörlega sitt hvor hluturinn, fólk bara skráð með lögheimili á einum stað, það bara þannig. Svo getur það átt íbúð í Reykjavík eða Akureyri og verið þar eða dvalið þar einhvern tíma en þú átt bara lögheimili á einum stað, það bara það sem skiptir máli, það alltaf með fyrir sig. Nei, ég segi það er það sem við erum samtökja, við erum ekki samtökja. En fólk getur bara kosið á einu stað fyrir því. Það getur ekki kosið á tvennu. Takk fyrir það. Fleiri? Bið ykkur að gefa merki þeir sem geta samþykkt tillöguna. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 4 sameiningarkosningar 2021, staðfesting kjörskrá. Það fær yfir kjörgögn frá Þjóðskrá Íslands til að staðfesta og leggja fram fyrirliggjandi kjörskrá vegna sameiningarkosninga sem fram munu fara laugardaginn 25. september næstkomandi. Orðið er laust. Engin hversu hljóðs, þessi geta samþykkt geðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 5 aðalfundur SASS 2021. Það er tilnefning fulltrúa aðalfund SASS sem haldinn verður strax á Hótel Hellu 28. til 29. október 2021. Lögð fram aðalfundaboð frá samtökum sunnlenskra sveitarfélaga og heilbrigðiseftirliti Suðurlands sem áætlar að fram muni fara á Strækta hótelinu Hellu dagana 28. til 29. október næstkomandi. Tillaga að fulltrúar sveitarfélagsins verði eftirtalin á aðalfundi SASS, aðalmenn Björk Grétarsdóttir, Hjalti Tómasson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Steindór Tómasson. Varamenn Haraldur Eiríksson, Ágúst Sigurðsson, Yngvi Harðarsson og Yngvi Karl Jónsson. Aðalfundur heilbrigðiseftirlit Suðurlands, aðalmenn Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Yngvi Harðarsson. Varamenn Björk Grétarsdóttir, Ágúst Sigurðsson, Steindór Tómasson og Yngvi Karl Jónsson. Orðið er laust. Engin hversu hljóðs, þessi geta samþykkt geðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 6, tilnefning fulltrúa í Ungmennaráð Suðurlands 2021. Ungmennaráð Suðurlands óskar eftir því að hvert sveitarfélag tilnefni 1 aðalmann og 1 varamann til setu í Ungmennaráði Suðurlands. Í ráðinu situr 1 fulltrúi frá hverju sveitarfélagi á Suðurlandi, samtals 15 aðalmenn og 15 varamenn. Lagt er til að leita verði eftir tillögu frá Ungmennaráði í Rangárþings ytra og fela byggðaráði að staðfesta tillöguna. Orðið er laust. Engin hversu hljóðs, þessi getur samþykkt geðmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 7, kynning á samstarfsverkefni UNICEF á Íslandi. Barna sveitarfélög, bréf frá UNICEF. Þetta er kynning á samstarfsverkefni UNICEF á Íslandi og félagsmálaráðuneytisins, en markmið verkefnisins er að styðja sveitarfélög í því að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í alla sína stjórnsýslu og starfsemi. Tillagar að sveitarstjóra er falið að taka saman upplýsingar hvað þarf til að taka þátt í verkefninu og leggja fram minnisblað á næsta fundi sveitarstjórnar og leitast eftir því að fá kynningu á verkefninu fyrir sveitarstjórn. Orðið er laust. Margrét Harpa, hversu vel? Já, var ekki þessu sem að var verið að bjóða okkur kynningu á verkefninu per se? Hvort að við ættum að þykja það kannski á næsta sveitarstjórnarfund að fá kynningu? Já, ég segi í tillögunni að ég bætti við að leggja fram minnisblað á næsta fundi sveitarstjórnar og leita eftir kynningu fyrir. Bætum því við. Já, takk. Fleiri? Þessi geta samþykkt tillögunni að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 8, fjallskil 2020. Endurskoðun fjallskilakostnaðar. Tillögur vinnuhóps sveitarfélagsins fjallskilakostnað hafi verið kynntar í fjallskildeildum Rangárvalla og Landmannaafrétta. Ekki komið fram neinar beinar athugasemdir við tillögurnar. Sveitarstjórn leggur því til að kostnaðaráætlun fyrir smölun afréttana haustið 2021 taki mið af tillögum vinnuhópsins og grunnframlag sveitarfélagsins til smölunar
verði 1 milljón króna afrétt og að upphæð til niðurjöfnunar á hvert leigubíl verði ekki hærri en 8.000 krónur. Jafnframt verði lögð fram tillaga á vettvangi héraðsnefndar að fjallskila reglugerðar Rangárvallasýslu verði tekin til endurskoðunar. Orðið laust. Enginn guð sér hljós, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 9 samþykktir Rangárþings ytra endurskoðun. Tillaga uppfærslu í samræmi við breytingar á sveitarstjórnarlögum frá 13. júní 2021. Tillagan hér lögð fram til fyrri umræðu. Ekki orðið laust. Margrét Harpa. Var búið, ég gerði þarna athugasemdir sem byggðarráðsmanneskja, var eitthvað komið nýtt þar inn, ekki síðast þegar ég gáði, en var eitthvað komið nýtt. Ágúst, þú gerir kannski grein fyrir því? Já, þetta er ekki grein fyrir því. Ég ráðfærði mig við Sesselíu hjá KPMG sem hefur verið okkur inn að handa með þetta og að vinna þetta fyrir sveitarfélagið. Segir að það felst í orðalaginu sem við erum með í þessari tillögu okkar og svo hún séu þetta ekkert endalega, hún er bara til fyrir umræðu og það er þetta fyrir henni. Það er þetta að tala öryggi samskipta og sem sé að það í rauninni dekkar það. En hins vegar mun ráðuneyti síðan gefa út endurnýjaða reglur sem sé ritun fundargerða og bara svona í meiri smáatriðum hvernig fundir eru haldnir og þá mun þetta verða tekið þar með. Það sem sé þessi trúnaðarmál á fundi og hvernig á þá að haga sér í því ef það verður í fjarfundi, hvernig að staðfesta viðkomandi þó bara einn á fundinu. Og það er eitthvað sem að skrifa þá inn í þessar reglur sem að koma síðan. Þannig að hún allavega ránaði okkur að setja þetta bara fram svona núna en þetta er auðvitað bara til fyrir og frekari skoðanir. Ef maður ætlaði að fara að setja búa til einhverju reglur þá maður er strax komin í stranddeila, það þarf að hugsa það mjög vel, hvernig þær eru, hvernig gera menn það. Nákvæmlega. Takk fyrir það. Ekki fleiri sem hafa hvatt sér hljóðsum í þessum lið. Komin lið 10 erindi og fyrirspurnir frá Álistad 2021. Það er fyrst að svara við fyrirspurn frá fundi 37 varðandi úthlutun og stöðu óbyggðra atvinnulóða í Rangárþingi ytra. Það er í lið 10.1. Fyrirspurn varðandi úthlutun og stöðu atvinnulóða í Rangárþingi ytra frá 37. fundi sveitarstjórnar. Og hér er lagt fram yfirlit óbyggðar atvinnulóðir eftir landnúmerum. Við 10, já, Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Við söknum þess að það er ekki öllum okkur spurningum svarað í þessu yfirliti. Þannig að við viljum fá þetta ítarlegra og ef ég má fara yfir þessa fyrirspurn, það var hún í 4 liðum og það er sem sagt, það er óskað eftir að tilgreint sé að hvort lóðin sé laus eða henni hafi verið úthlutað. Númer 2, ef henni hefur verið úthlutað þá sé tilgreint hver sé lóðarhafi. Og í 3, ef lóð hefur verið úthlutað þá sé tilgreint hvernig svo úthlutun fór fram og hvenær. Og svo númer 4, að lokum sé tilgreint hvenær framkvæmdir áttu að hefjast á viðkomandi atvinnulóð samkvæmt innsendri framkvæmdaráætlun. Já, þannig að við bara óskum eftir ítarlegra svari, hvort sem að það er núna á næsta byggðarráðsfund eða sveitarstjórnarfund, hvort ég bara fá að bóka þar þá ósk. Gjör svo vel. Senda. Svo. Kannski á meðan ég sendi þá kannski líka ágætt að vita bara af hverju það var ekki full unnið svarið því það er búið að vera nægur tími, heilt mánuður eða tæpur mánuður. Við héldum þetta að vera nægur tími til að finna svör. Ágúst, gjör svo vel. Já, þetta er bara klikk hjá okkur greinlega. Það er ekki lesið nú fyrirspurnina. Þannig að það er eftir að biðja stafsóknar og líka og bæta úr því. Búin að senda bókun. Það er bara að lesa hann upp, já. Fulltrúar álista óska eftir því að svör við öllum spurningum í fyrirspurnum atvinnulóðir verði svarað og yfirleitt lagt fram á næsta reglulega fundi sveitarstjórnar. Vonandi er þannig einhver tími til að fullvinna svarið. Takk fyrir það. Liður 10.2, Suðurlandsvegur 1-3 HF.
Þar spurt hefur lokaúttekt á húsnæði Suðurlandsvegar 1-3 HF miðjunni farið fram og það til að vísa fyrirspurnum til stjórnar Suðurlandsvegar 1-3 HF orðið laust. Margrét Arpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Við töldum þetta vera bara mjög einfalda spurningu þar sem að oddviti stjórnarformaður Suðurlandsvegar, þannig að mér finnst mjög sérstakt að þurfa að vera að vísa þessu í stjórnina. Getur oddviti upplýst hvort að lokaúttekt hafi farið fram? Já, okkur finnst bara eðlilegt að þetta fari til stjórnara því að þetta á við það félag. En þannig að það stjórnara að svara því. En lokaúttekt hefur ekki farið fram. Getur upplýst það. Já, mætti þá ekki bara setja það? Nei, við teljum eðlilegt að þetta er eðlilegur farvegur, að þetta fari til stjórnar, þetta er fyrirspurn til stjórnar. Það eru fleiri í stjórn en einhvers rangþing ytra. Fleiri? Þeir sem geta samþykkt tilhöfningi að merki? Ég ætla aðeins að fá að fara fundarhlið, úrskriftu fundarhlið aðeins. Gjörðu svo vel. Já, takk. Kíkja bara. Það er ok. Það er atkvæðagreiðsla við lið 10.2. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Margrét Arpa, gjörðu svo vel. Já, við erum bara með stutta bókun fulltrúar áleist að þakka fyrir óformlegt svar oddvita sem jafnframt stjórnarformaður Suðurlandsvegar 1-3 HF að lokaúttekt hafi ekki átt sér stað. Sjálfsagt að fá formlegt svar frá stjórn Suðurlandsvegar 1-3 HF og undir þetta ritum við Margrét Arpa, Steindur og Magnús. Takk fyrir það. Liður 10.3 hugmyndagáttin. Fulltrúar álista óskipti skýringum á tillögum álista skráningar í hugmyndagátt sem samþykkt og samhliða 8. fundi sveitarstjórnar 14.2.2019 sé ekki framfylgt og það er svar sveitarstjóra. Með tillögum sem samþykkt var 8. fundi 2019 var ákveðið að hugmyndagáttin staðsett á forsíðu heimasíðu sveitarfélagsins, að skráningar gætu verið nafnlausar, kjósi íbúar að skrá þær þannig og að allir aðalfulltrúar í sveitarstjórn fái afrit af skráningum rauntíma. Því til að svara að hnappur fyrir hugmyndagáttina staðsettur á miðri heimasíðu sveitarfélagsins. Það er hægt að senda inn hugmynd með valfrjálsu nafni til dæmis NN og allt sem best í hugmyndagáttina sett jafnóðum undir næsta fund byggðarráðs eða sveitarstjórnar og aðgengilegt sveitarstjórnarfulltrúum þar. Lið 10.4, Margrét Arpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Við erum að sjá þetta svar náttúrulega hérna fundi og bara gott að fá svar. Mér langar bara að gera athugasemd með þetta að það sé hægt að setja inn hugmynd valfrjálst með valfrjálsu nafni. Það í rauninni, það kemur hvergi fram að þessi valfrjálst. Maður þarf að setja inn netfang, hvort sem maður setur inn gilt netfang eða ógilt netfang og maður þarf bara svolítið að átta sig á því að maður geti sett inn fake hlut, að maður sem sagt nafnlaust. Það þyrfti að vera að skrifa undir sem sagt nafn, þar sem kemur nafn á netfang, það þyrfti náttúrulega bara að vera valkvætt. En þetta er svona stjörnumerkt þannig að maður verður að fylla þetta út og þetta finnst okkur ekki vera bara eins og við vorum ákveða þetta. En sem betur fyrir eru nú allflesta sem setja undir nafni. Því þetta náttúrulega yfirleitt þetta bara mjög gagnlegar ábendingar og hugmyndir sem við erum að fá. En ég tel samt að það sé kostur að við getum haft þetta nafnlaust ef einhver með þess eitthvað sem að svona, þú vilt ekki koma undir nafni og svo náttúrulega það byggðarráðs og okkar í sveitarstjórn að sortera úr ef að hlutirnir eru meiðandi eða þess að við náttúrulega tökum ekki hugmyndir eða ábendingar til umræðu sem eru bara virkilega meiðandi eða skrifaðar á dónalegan hátt og þess að það er náttúrulega bara segir sér sjálft að við vegum og metum það hvað við tökum fyrir og öllu jafna tökum við náttúrulega allflestar hugmyndir fyrir og bara allar nánast svo best sem ég veit það sem sett inn á hugmyndir gáttina undir byggðarráðsfundum. Þannig að þetta kannski bara svona hugleiðing með þetta svolítið ógagsætt að þetta sé mögulegt að vera nafnlaust. Takk. Takk fyrir það. Steindór, gjörðu svo vel. Stutta útgáfan að það sé bara ástæða fyrir, svo tæknileg ástæða að þurfa að vera svona
Því að eins og hún segir, það eru svona ekkert allir sem kannski átta sig á því að það sé hægt að setja kannski að setja þessi fölskunöfn eða einhverju sem þannig að þetta bara sé að þetta setja þetta inn. Það getur verið einhvern sem þú segir, það er svona ástæða fyrir því að fólk vill það ekki, þannig að flott að þessi bara hægt að hafa það geti sett inn án netfangs. Svo fáum við þetta komið svarið bara eftir að opinberlega við spurningum. Það var eitthvað rætt að sé eitthvað ástæða fyrir það að þetta þurfi, en enn eða eitthvað. Takk fyrir það. Það er bara eitthvað sem við þurfum að kanna. Já, Ágúst. Svona var þetta bara leyst hjá okkur og við höfum fengið nafnlausar tilkynningar í gegnum hugmyndagáttuna, en þetta er bara sjálfsagt að laga þetta til eins og fólk vil hafa þetta. En þetta er hægt og fólk er að nota þetta svona. Besta mál, lið 10.4, eldri fundargerðir. Það er spurt hver ástæða þess að eldri fundargerðir eru ekki aðgengilegar á vef sveitarfélagsins. Það er svar sveitarstjóra. Allar fundargerðir hreppsnefndar Rangárþings ytra eiga að vera aðgengilegar í fundagáttinni sem sveitarstjórnarfulltrúar hafa aðgang að. Jafnframt hafa verið gerðar ráðstafanir þannig að þessar eldri fundargerðir frá árunum 2002 til 2014 sé aðgengilegar á áberandi stað á heimasíðunni. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Ástæðan fyrir þessari fyrirspurn er að síðast þegar vorum að skoða, þegar ég skoðaði hérna eldri fundargerðir, þetta búið verið ólestri núna í vor og í sumar og hef ég bætt á það. En núna síðast þegar ég smellti á þetta þá kemur bara eitthvað algjört bull upp. En ég veit ekki hvort þessi búið að laga það í dag, en þetta var þannig þegar við sendum inn fyrirspurnina. Ég var að leita af vissu máli sem var eldra en 2014 og það er rosalega gott að geta komist inn í fundargerðirna bara og íbúar eiga bara geta gert það og líka sér í lagi þar sem þessar fundargerðir eru til á rafrænu formi, svo best sem ég veit, þær voru til og hvort það sé ekki einhvern veginn hægt að koma því þannig fyrir það séu bara aðgengilegar og það er líka svolítið krókalið að finna þær inn á heimasíðunni okkar. Við þurfum að fara undir hvað skipu, ég man ekki einu svona hvernig þetta er, skipurit eða samþykktar stefnur. Þetta er ekki undir fundargerðir. Þannig að, já. Það kom undir fundargerðir, Ágúst. Þetta er ekki með sama hætti eins og fundargerðin eins og við erum búin þess í dag. Það hefur ekki verið lagt í þá vinnu sem er auðvitað hægt að gera, en það er þó nokkuð mikið handavinna að fara að taka hverja einustu fundargerð og setja hann inn í vonunni þannig að hún sé bara með sömu forsendur þar en við höfum bara ekki lagt í það. Það er svona 2 vikna vinna, eitthvað svoleiðis. Og við höfum ekki gert það, en við höfum þess að tekið þetta þannig að það er hægt að fara í eldri fundargerðir. Það er hægt að fara í fundargáttinni þar sem að sveitarstjórnarfulltrúar hafa aðgang að. Þar er þetta nokkuð aðgengilegt. Það er þá leitar maður bara á hreppsnefnd, því þetta hét hreppsnefnd þá, og þá kemur hvert ár í einni skrá. Þannig að það er hægt að finna allar fundargerðir þó að það sé ekki alveg eins aðgengilegt eins og með fundargerðir í dag. Síðan við erum búin að setja þetta sem sé búin að gera ráðstafan til að setja mér áberandi stað á heimasíðunni. Þetta er bara sérstaklega listað upp þar á nokkuð áberandi stað. Þannig að það eiga allir að geta komist í þetta. Það er mjög sér að setja bara frétt á heimasíðunni til að benda fólki á hvað þetta er eða eru margir sem eru að gáða þessu. Takk fyrir það. Ekki fleiri sem hafa kvætt sér hljóðs hér. Fyrir með lið 11, þróun skólasvæðis á Hellu. Það er samningur forsteyptar einingar í fyrsta áfanga. Það er lagðar fram upplýsingar verðtilboð innlendra framleiðenda í forsteyptar einingar fyrsta áfanga. Sveitarstjóra verður falið að ganga til samninga við þann sem býður hagkvæmustu lausnina fyrir verkefnið og leggja samninginn fyrir næsta fund sveitarstjórnar til staðfestingar. Orðið laust. Engi kveður sér hljóðs, þessi geta samþykkt tilhöfningi í merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Lið 12 Austurkrókur, beiðni umsögn vegna endurnýjunar rekstrarleyfis. Egill M. Benediktsson fyrir hönd sýslumannsins á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Albrecht Eman fyrir hönd félagsins Panorama Glasslots EHF, kennitala 6705160160 endurnýjun eða breytingu á rekstrarleyfi til gistingar í flokki 2 tegund C á lóð félagsins Austurkróki í Svínhaga, Rangárþingi ytra.
Beiðnin barst 26.8.2021. Það er lagt til að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við endurnýjun rekstrarleyfis til Panorama Glass Lodge ehf. Fyrir gistingu í flokki 2 tegund C á lóð félagsins Austurkróki Svínhaga í Rangárþingi ytra. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs, þessi getur samþykkt G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Gjörðu svo vel. Haraldur Eriksson víkur á fundinn til lið 13, Landmannahellir. Beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis til gistingar í flokki 2. Egill Benediktsson fyrir hönd sýslumannsins á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Engilberts Olgeirssonar fyrir hönd félagsins Hellismenn ehf. Kennitala 6107932319 rekstrarleyfi til gistingar í flokki 2 tegund E í húsnæði félagsins í Landmannahelli Rangárþingi ytra. Beiðni barst 7.9.2021. Lagt er til að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu rekstrarleyfis til félagsins Hellismenn ehf. Fyrir gistingu í flokki 2 tegund E í húsnæði félagsins í Landmannahelli Rangárþingi ytra. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt með 6 atkvæðum. Liður 14. Bergrisinn BS Haraldur Eriksson kemur aftur til fundar. Liður 14. Bergrisinn BS fundir 2021. Það fundargerð nr. 31. Hún er lögð fram til kynningar. Liður 15. Samband íslenskra sveitarfélaga fundur nr. 900. Fundargerð frá 27.8.2021. Hún er lögð fram til kynningar. Liður 16. Fjallskildadeild Landmannaafréttar. Fundargerð frá 30.8.2021. Hún er lögð fram til kynningar. Liður 17. Fjallskildadeild Holtálmannaafréttar 9. fundur. Fundargerð frá 23.8.2021 er lögð fram til kynningar. Liður 18. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands stjórnarfundur 213. Fundargerð frá 27.8.2021 og samþykkt vatnsvernd er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 19. Faghópur þróun skólasvæðis. Fundargerð frá 8.9.2021. Hún er lögð fram til kynningar. Liður 20. Samstarfsnefnd könnunar sameiningu sveitarfélaga Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu. Skýrsla með stöðugreiningu og fundargerðir frá fundum 11 og 12. En auglýsingum íbúum fundum að finna á www.svafsuðurland.is. Sveitarstjórn vill hvetja íbúa til að kynna sér þau ítarlegu gögn sem liggja fyrir allar hliðar mögulegar sameiningar á heimasíðu verkefnisins www.svafsuðurland.is. Enn fremur hvetur sveitarstjórn íbúa til að taka þátt í kynningafundi sem fram fer í Íþróttahúsinu Hellu miðvikudaginn 15. september næstkomandi klukkan 8, en fundinum er jafnframt streymt á netinu. Liður 21. Innleiðing laga samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. Það er bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi innleiðingu á lögunum. Er lagt fram hér til kynningar. Og liður 22. Viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19. Ýmis gögn og tilkynningar vegna COVID-19. Lögð fram til kynningar margvísleg gögn frá sóttvarnayfirvöldum með leiðbeiningum og skýringum á þeim reglum og tilmælum sem í gildi eru varðandi COVID-19. Sérstakar COVID-19 leiðbeiningar yfirvalda vegna gangna og réttarleikja fyrir. Þar er meðal annars kveðið á sérstaka aðgæslu og eftirfylgni við fjöldatakmarkanir gagnvart réttarstörfum og vill sveitarstjórn árétta við fjallskilanefndir og leitar- og réttarstjórar sveitarfélagsins að fylgja þessum leiðbeiningum og sjá meðal annars til þess að sérstakur sóttvarnafulltrúi sé skipaði við réttarstörfin. Orðið er laust. Ekki hversu hljóðs, þessi getur samþykkt G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá er efnið fundarins lokið og að loknum yfirlestra fundargerð og undirritun segja þessum fundi slitið. Takk fyrir og fund.